komið af Tryggva Nóttum Hjaltasyni. Hann bað mig að vera mjög peppuð þegar ég að kynna. Ég veit ekki alveg hversu, sjáum til. Hann fæddur og uppalinn hérna í Eyjum og eftir nokkur ár erlendis og höfuðborginni Tryggvi fluttir aftur heim með fjölskylduna sína. Hann lærði í Bandaríkjunum og með bachelorgráðu í Global Security and Intelligence Studies og með mastersgráðu í fjármálum fyrirtækja. Í dag starfar hann sem Senior Strategist hjá CCP og yfir greiningadeildinni þar. Hann formaður hugverkaráðs og í stýrihóp stjórnvalda mótun á nýrri nýsköpunarstefnu ásamt því hafa setið í ýmsum starfshópum á vegum stjórnvalda nýsköpunarmál. Í dag ætti Tryggvi að fara í stuttu máli yfir það hvaða lykiláskoranir og tækifæri sem við stöndum frammi fyrir ef við ætlum að tryggja lífsgæði hérna í Vestmannaeyjum. Tryggvi, gjörðu svo vel. Takk það. Og gott her. Vá, það rosa flott hópurinn. Ég rosa þakklátur fyrir að fá að ávarpa svona flottan hóp og í líka þetta flottum félagsskap ótrúlega áhugaverð erindisóri núna. Ég ætla að byrja mína sögu árið 2011. Þá fer ég gegnum lífsreynslu sem að breytti mínu lífi algjörlega. Ég verði faðir í fyrsta sinn og ég eignast ljósaðan brosmildan bláleiðan dreng sem að ég og Guðný kona mín nefndum Bjart. Og ég verð rosalega hamingjusamur með þessa lífsreynslu en líka alveg skítræddur. Þannig að ég fattaði fyrsta sinn á ævinni ber ég ekki bara ábyrgð á sjálfum mér, heldur ber ég ábyrgð á öðru lífi. Sem þýðir að ég þarf að fara að taka góðar ákvarðanir með framtíðina og fyrsta ákvarðanir sem mér finnst ég þurfa að ákveða er gott aðalstöðu á Íslandi og á ég að búa hérna áfram með Bjart. Þarna var ég og Guðný kona mín að velta fyrir okkur flytja aftur til Bandaríkjanna, við erum búin að vera þar í háskólanámi og líkaði það vel og ég leggst í stórt greiningarverkefni. Ég er að fara þarna að klára meistaragráðu í fjármálum og þarf að fara í rannsóknarverkefni þar og ég ákveði bara að gefa úttekt á gott að búa í Íslandi og hvaða tækifæri búið hér. Og niðurstaðan sú að Ísland einhæft auðlindahagkerfi og það sem einkennir einhæft auðlindahagkerfi eru miklar sveiflur og ófyrirsjáanleiki og við höfum orðið ennþá meira einhæft auðlindahagkerfi út af vexti ferðaþjónustunnar. Það var kannski svona stóri X-faktorinn í þessu og ekki mjög fjölbreytt atvinnulíf hjá okkur. En góðu fréttirnar voru þær að Ísland líka gríðarlega góður staður til að ala upp börn og í öllum samanburði við vinum mín í Bandaríkjunum og í Evrópu þá var miklu betra að byrja allan með börnin í Íslandi, hvort sem það var leikskólakerfið, velferðarkerfið, nálægðin við fjölskyldu, foreldrar og svo framvegis. Þannig að ég meti það þannig að ég byrji með Bjart á Íslandi og sem núna orðið þá Eva, Eldey og Árni Stormur, hann þriggja barna faðir. Og ég gefi sjálfur mér svona þangað til að Bjartur sé kominn í unglingadeild í það að reyna að leggja mitt að mörkum að Ísland verði þá betri staðar að búa fyrir það þegar Bjartur var að ákveða hvað hann vill leggja sitt að mörkum í framtíðinni, að hann hafi einhver alvöru valkosti í það. Og þannig ég dembiður út í þetta verkefni og það dreifum í mikil ævintýri, meðal annars enda ég á að vera ráðinn inn í CCP og gekk með því fyrirtæki gegnum svona draum allra frumkvöðla sem að ná stórri lokasölu. Við varum seldir í fyrra í stærstu sölu hátæknifyrirtækis í sögu Íslands á 46 milljarða og ég fekk að fylgja því ferlið í gegn og sjá að við fengum 64 alþjóðlega fjárfesta á borðinu sem skoða okkur og sjá hvernig þeir meta hvað þarf að vera í góðu þekkingarfyrirtæki og hvers konar hæfileikar þurfa við til staðar svo framvegis, gríðarlega áhugaðar. Ég líka verið mikið með stjórnvöldum og verið í ráðgjafarstörfum fyrir þau hvað þarf að breyta á Íslandi til þess að við séum samkeppnishæf. Þannig að ég eyddi 2 árum í að skoða erlend þekkingarhagkerfi og fann mikið áhugaðar fyrirmyndum í Írlandi, Suður-Kóreu, Taívan, Ísrael, Stockholm, Berlín og náttúrulega Kísildal. Og eitthvað af þeirri vinnu hefur leitt til mikið sem ég tel sér góða breytingar. Þó ég sem alltaf sjálfsögur langt frá að vera eitthvað einn ábyrgur fyrir þessu, en þá hefur margt verið að breytast á Íslandi sem gerir það verkum það miklu auðveldara í dag að stofna fyrirtæki og að breyta heiminum heldur en var fyrir bara 10 árum.
til dæmis samþykkti stjórnvöld í desember í fyrra að tvöfalda þak á endurgreiðslum vegna rannsóknar og þróunarverkefni upp í 600 milljónir, sem þýðir í dag getur hver sem farið í rannsóknar og þróunarverkefni og fengið 20% af öllum kostnaði við það endurgreitt að fullu frá ríkinu. Og það eru svona hluti sem að breytast. En spurningin þá af hverju ég komið til Vestmannaeyja og hvaða tækifæri sá ég hér. Og þegar ég var beðinn að tala hér, þá ákvað ég að mig langaði að kortleggja þetta á hraðar betur en ég hafði verið að gera. Ég fór í ansi mikla rannsóknarvinnu fyrir áður en að flytja hingað. Og ég fyrir þessa ræðu settist niður með kvótaeigendum og útgerðarfólki, ég settist niður með fólki úr ferðaþjónustu, ég settist niður með frumkvöðlum hérna, atvinnurekendum, sérfræðingum. Ég skoðaði mikið af tölum viðskiptalífið og starfauppbyggingu hérna og annað, og ég reyndi að fá svona tilfinningu fyrir hvað að gerast í Vestmannum og hvernig getur framtíðin okkar litið út. Og það eru 2 myndir sem ég á mjög auðvelt með að draga fyrir framtíðin okkar, og önnur er mjög slæm og hin er mjög góð. Ég ætla að útskýra okkur til að við ráðum hvernig við lendum í þeim málum. En okkur flutti ég hingað. Vestmannaeyjar eru ekkert eðlilega einstakur staður. Tengdaforeldrar mínir eru búin að vera í ferðaþjónustunni í mörg ár og ég hef verið það heppinn ég fengið að fara með hópa af ferðamönnum hérna eigin okkar í mörg ár, og ég hef í alvörunni verið í návist við tugi einstaklinga sem hafa farið að gráta hérna yfir fegurð náttúrunnar. Fyrir 2 árum var ég með hausaveiðara hérna frá Alþjóða efnahagsstofnuninni, World Economic Forum, og ég og sem við tengdapabbi fórum með hann út á litla trillu, veiddum þorsk á línu hérna undir Elliðaey og skutum svartfugl, og Simmi, kvikindi sem hann sker svartfugl í lópinn og tekur hjarta af fuglunum og segir alltaf borða hjarta á fyrstu bróðanum og stingur upp í hann. Og þetta var svo mikil upplifun fyrir grey manninn að hann grét í fanginu okkur eftir þetta, og hann sagði mér eftir þetta að þetta væri merkilegast upplifun sem hann átti á ævinni sinni, og að hér væri hægt að búa til ferðaþjónustur sem væri algjörlega miðuð af ríkasta fólki veraldar. Þetta er maður sem vinnur með öllum milljarðamæringum sem eru í gegnum World Economic Forum batteríið, og hann var bara grátandi þegar hann að segja okkur þetta. Og þetta ég sé aftur og aftur og aftur. Því við erum ekki bara náttúruperla, við erum bara einstök náttúruperla á alþjóðavettvangi. Ég vildi flytja hingað. Ég labbaði bara inn í fyrirtæki mitt í fyrra og ég sagði ég ætla að flytja til Vestmannaeyja. Og ég var til að vinna fyrir Gráfram ef að ég hjálpa mér að flytja til Vestmannaeyja, og þeir gerðu það. Hér fékk ég einbýlishús á 1/3 af verðinu sem það hefði kostað mig á Seltjarnarnesi sem ég bjó á. Allir vinir mínir sem eru í Reykjavík, þeir eiginlega trúa ekki tölunum og upplýsingunum sem ég er að segja hvernig lífsgæðin eru hérna. Ég er 20 mínútur að fara á 3 staði til að erindast, að fara á pósthúsið eða sýslumanninn eða út í búð. Ég hef búin að fá svona auka 3 klukkutíma í daginn minn. Síðustu 5 ár í Reykjavík er umferðin búin að þrefaldast, og það er bara orðinn frekar ömurlegur staður að búa sem ég er. Það er allir stressaðir í Reykjavík. Ég fór til búðinni í Vestmannum og þá er fólk bara afslappað og til í spjall og allir hressir, og þetta eru lífsgæði sem er erfitt að setja í Excel-skjal en þau eru ótrúlega verðmæt. Og það sem ég komst að þegar ég fór að skoða hvað ég ætti að setja upp skrifstofan minni í Vestmannum, það var að ég fann hátt í 30 sérfræðinga sem að vinna orðið fyrir fyrirtæki í Reykjavík sem að búa hér, og þeir áttu allir sameiginlegt að þeir sjálfir kröfðust þess að fá að vinna í Vestmannum, og þeir sjálfir byggðu þessa framtíð og tryggðu það að þeir gætu unnið hérna. Þetta finnst mér mjög merkilegt, þannig að ég held að við séum að fara í gríðarlegan vöxt í þessu. Ef ég get stýrt deild í hátæknifyrirtæki sem er alþjóðlegt, við erum skrifstofur í 4 löndum heiminum frá Vestmannaeyjum, þá geta eiginlega allir unnið hér sem að það sem vinnaðar er svona helst tölvubyggð. Það er ekkert máli, komur ekki 1-6 manni. Og ungt fólk á mínum aldur yngra, það skiptir að meira og meira máli að fá að búa í náttúru, að þurfa ekki að vera alltaf í bíl, að hafa aðgang á ódýru húsnæði, að geta verið partur af góðu samfélagi. Þetta er allt hluti sem Vestmanningar eiga í tonnavís. Þá komum við að því hvernig er framtíð Vestmannaeyja. Ég settist niður með öllu þessu fólki og ég spurði þau hvernig sé framtíð Vestmannaeyja og hvað er styrkleikana og veikleikana við að vera hérna. Og framtíð Vestmannaeyja, ég held að við séum að horfa á 2 sviðsmyndir. Vestmanneyska hagkerfi er ekkert ólíkt þessu íslenska, það er svona minn útgáfi. Við erum allt of háð auðlindum. Við erum ennþá einhaft auðlindahagkerfi og erum miklu meira einhaft auðlindahagkerfi heldur en Ísland.
Góðu fréttirnar náttúrulega eins og erindurinn búin að koma fram á hérna undan að það mikil nýsköpun í sjávarútvegi hjá okkur og við erum með framsækin sjávarútvegsfyrirtæki sem hafa verið að auka verðmætin í aflanum og auka hátæknistörf og það er mikið gríðarlega góðu starf unnið þar og það er alveg rétt að langflottustu fréttirnar úr hugverkageiranum undanfarin ár búin að koma allur sjávarútvegsgeiranum eins og fram er komið. En sjávarútvegur er líka mjög háður ytri aðstæðum sem við stýrum ekki. Olíuverði, krónunni og kvótinn er náttúrulega pólitískt fyrirkomulag sem við sáum eftir hrunina ekkert öruggt að við höfum stjórn yfir og það er bara ekki ýmislegt gert. Þannig að áhættustigið sem við erum að horfa á, ef ég var að meta fyrir áhættan sem snýr að vestmanneska hagkerfinu, hún er há og hún er sérstaklega fólkin því að við erum ekki með nógu fjölbreytt hagkerfi. Og þess vegna sem er rosalega gaman að hlusta á erindin hjá þessu klára fólki sem kom inn undan þegar að benda á lausnir. Ég held ekkert, ég er búinn að skoða núna mikið, búinn að fara í gegnum sögu Vestmannaeyja, ég skoðaði þegar það voru miklar breytingar á hagkerfinu okkar. Af hverju það er gerst og hvernig það var komið til. Alltaf sama. Hvort sem þetta er að Gísli Jónsson ætlaði að panta sér 12 vélar, panta var 12 tiltir af vélum og fór það bara í það að vélbátavæða allan Vestmannaeyja flótan. Og á næstu 25 árum 6-faldast íbúafjöldi Vestmanna, eins og Ágúst kom inn á hann, eða þegar Einar, faðir Ágústar, er að byggja hraðfrystistöðina hér, eða þegar það er að fara í svo margar sögur, að þá er þetta þegar póst- og fjarskiptastöðin er sett í gang, þá er þetta því að Vestmanningar ákveða, núna þurfum við að gera eitthvað. Og þannig hafa hlutin breyst. Og það er nákvæmlega þannig í dag, ef við ætlum að bíða eftir stjórnvöldum eða einhverjum fyrirtækjum á landi eða eitthvað til að laga hlutin hér, þá mun ekkert gerast. Og ég held að við þurfum að vera mjög meðvituð það að við berum ábyrgðina á okkar í framtíð. Og þá er spurningin, hvað er það sem við þurfum að gera? Ég held að þessi nokkur skref sem við þurfum að horfa til. Fyrsta skrefið er aðstaða. Hann komið nokkur inn á þetta óbyggt í sínu erindi. Það er ekki að hamra á því hvað þetta skiptir miklu máli. Þegar ég er unglingur, ég er 14 og 15 ára, þá ákveður Vestmannaeyjabær að opna aðgengi að fiskíunni gömlu, sem er núna orðið þekkingarsetur fyrir tónlistarlíf Vestmannaeyinga. Og þeir segja ef einhver vill stofna hljómsveit í Vestmannaeyjum, þá má hann fá aðstöðu í gömlu fiskíunni sem hann þá bara yfirgefið gömul fiskvinnsla og það er bara frítt. Hvað gerðist? Á næstu 4 árum fór úr því að eiga eina hljómsveit í Vestmannaeyjum upp í 35. Og ég til dæmis stofnaði hljómsveit sem ég hafði aldrei pælt í að gera og fór að æfa á píanó og hljóðfæri og semja tónlist og eitthvað sem ég annars aldrei gert eða pælt í. Við endum að slá í gegn í Færeyjum og ég fekk að upplifa það að vera heimsfrægur í Færeyjum og G-festival og við áttum hljómsveit sem vann músíktilraunir og við áttum hljómsveit sem gáði plötur og við búum ennþá í dag að þessu. En hvað gerðist? Eftir að 2 einstaklingar sem voru búin að halda vel utan starfið þarna fara í önnur verkefni, þá kom svona tímvélasamningin og vel haldið utan aðstöðuna og hún fór inn í yfirlýslu og endaði að það kveikt í aðstöðunni. Þá var henni lokað og á 4 árum fyrir við 35 hljómsveitum niður í 2. Aðstæður skipta máli. Ég get sett það nákvæmlega saman með það sem ég er búin að horfa upp á í Reykjavík. Fiskiklassinn út á sjávarútvegsklassinn, út á Granda sem nú er hliðin á höfuðstöðum CCP. Þegar þeir fluttu í stóra húsið sitt, þá var allir nei, hann aldrei að fylla þetta, hann er fullur. Góður vinur minn í Reykjavík núna, Gunnlaug Jónsson, er að koma á stað fjártækniklassa. Og þegar hann fór á stað, þá var allir að segja, nei, það er ekki eftirspurn eftir þessu og það verður ekki nóg fyrirtæki sem fór í þetta. Hann er komið 65 fyrirtæki nú í fjártækniklassa. Og eftir að þeir settu fjártækniklassinni á stað og fóru að bjóða húsnæði, þá segir Ari mér, sem er rektorinn í HR, að nemendur þar á fullu að búa til fjártækniklassa verkefni, en þess að þeir sjá fyrir sér að þeir fari þarna verkefni sín. Aðstæður skipta öllu máli. Einn af fyrirlesum við náðum komin á verið á Sauðárkróki, sem er bara nákvæmlega dæmi þetta. Þekkingarsetrið er dæmi þetta hjá okkur og ég talaði við Palla sem stýrir þekkingarsetrinu og hann sagði mér að hann getur að fylla þekkingarsetrið 3 svar. Það er orðið fullt núna. Aðstæður skipta máli. Við þurfum að meðvita þetta vegna þess að við veljum hvað við viljum hafa í Vestmannaeyjum. Ef við viljum fá meiri nýsköpun í sjávarútveg, ferðaþjónustu eða nýja stoð í hagkerfi okkar, þá þurfum við líka að segja hér eru aðstæður þar sem að ungt fólk getur komið í þetta.
Það var einhver misskilningur þegar ég fór að leta með skrifstofu fyrir mig einan hérna sem útibú fyrir CCP að þá hélt fólk að CCP var að opna hérna útibú og það hringdi í mig fullt af Vestmanningum sem eru í borginni sem eru tölvunarfræðimenntaðir og hélt að CCP var upp á skrifstofuna og voru að spurja um starf. Það var ekki annað en það þurfti bara að hei, eitthvað hægt að gera Vestmanningum, þá er ég til að fara hana. Þannig að eftir ég fór að auglýsa á Facebook af hverju ég flutti til Vestmannaeyja og reyna að markaðsetta þetta aðeins að þá alveg hrúgur af fólk búin að vera að spyrja út í þetta og hringja inn og spyrja hvernig þetta, getur við unnið vinnuna og hvernig að fara upp á land og svo framvegis. En áskorunin svo sem nokkuð skýr, hún búin að koma fram hann, ég ætla að vinni tími hann ég ætlaði af því að það koma svo mikið fram hann. Hver einasti aðili sem ég talaði við, og ég spurði hvað all hindrun við að vera með starfsemi eða byrja eitthvað nýtt í Vestmannaeyjum eða eitthvað, sögðu númer 1, 2 og 3 samgöngur. En við erum í svolítið óvenjulegum tímaramma núna. Þannig að í fyrsta sinn í allavega 10 ár stöndum við frammi fyrir miklum framförum í samgöngum. Í næsta mánuð á að koma nýr Herjólfur. Þetta var partur mínu útreikningdæmi þegar ég var ákvað hvort ég ætti að flytja til Vestmannaeyja. Og þá hafði ég samband við fólk sem vissi mikið þetta og ég spurði hvað þýðir þetta? Og þá svarið sem ég fékk var núverandi Herjólfur öruggur í Landeyjahöfn 3 mánuði á ári og líklegur 5-7. Nýi Herjólfur ætti að vera öruggur í Landeyjahöfn 7-8 mánuði á ári og líklegur 10-11. Fólk örugglega kannski ekki alveg sammála þessum ágætlega en þetta var cirka mánuði sem ég fékk. Ef þetta rétt, þá þetta bara bylting. Þetta algjör bylting. Ekki bara það, heldur Alþingi núna samþykkja að niðurgreiða flug. Vestmannaeyjum 50%. Og það bara ansi líklegt að það gangi að fullu í gegn. Ef þetta þeim gengur eftir, þá var langstærsta hindrunin sem allir eru sammála það allar búin að skera hann í helming. Þessu hljóta að fylgja ný tækifæri. Þannig að það var aðstæður og samgöngur. Það er tvennt viðbót sem við þurfum að huga. Annað mannauður. Við þurfum að senda þau skilaboð og hérna ég alla í þessum sal ábyrga fyrir þessu. Hvort sem þið börn, þið sjálf að pæla í þessu eða einhver í kringum ykkur. Þið þurfum að styðja við áhættutökum. Þið þurfum að styðja við frumkvöðlum okkar. Það eru nokkrir einstaklingar í Vestmannaeyjum sem eru með duglegir frumkvöðlar, en við höfum líka fullt af ungu fólki, bæði í Reykjavík og hér, sem eru bara mögulegir frumkvöðlar. Og hér vill ég taka aldurinn út fyrir sviga, þannig að fólk hugsa alltaf að frumkvöðlar eru háskólanemar. Við erum meðalaldurinn hjá frumkvöðlum sem eru með farsalustu frumkvöðlafyrirtækin. Þetta eru bandarískar tölur. Við þurfum að gíska á hvað Flestir segja svona, 25-6, það 40 eins árs. En ég hef 9 ári, ég komin á góðan aldur til að stofna frumkvöðlar. Og þetta, við þurfum aðeins að breyta hvernig hugsa, og ég svo sammála Ágústi og fleiri sem að tala hérna. Við þurfum að byrja að hugsa þetta alveg niður í grunnskólana og við þurfum að byrja að leyfa unga fólkinu okkar að sjá að við erum með rosalega metnafullt fólk í framhaldsskólum sem eru að skoða hérna á meðan við verkfræðinefndum eða tölvunarfræði eða eitthvað á farbaland, að það geti séð fyrir sér hvernig kemst ég svo aftur til Vestmannaeyja og það mitt að mörgum liggja til Vestmannaeyja. Út af því að rosalega stóru hluti af fólki sem langar að gera það, getur það ekki. Og því þau sjá ekki leiðina. Þá skiptir máli hvort að það sé eitthvað eins og verið eða fjártækniklassin eða eitthvað sem pláss í. Við erum með þekkingarsæti sem frábært, það ekki pláss í þess punktum. Og síðasti punkturinn sem var kannski minna að koma inn á hérna, var nokkur sem snert á hann ótrúlega mikilvægur og þetta sá ég svo vel þegar við vorum að selja CCP, það markaðssetning. Þessi punktur sem ég hef með áðan, að fólk bara grætur yfir fegurinn hérna, við markaðssettum þetta ekki nóg. Ég er mjög ánægð með punktinum að markaðsetta fiskinn betur, Íslandingar við að 5 sinnum vera prótein en við neytum og þetta hágæða prótein úr gríðarlega hreinum sjó. Akkur þetta ekki vara nr. 1 á Amazon Prime? Það er því að við höfum aðeins sitt eftir markaðssetningu. En það er líka því að Íslandingar almennt ekki svo sterk í markaðssetningu. En ég vil meina Vestmannaeyingar núna með hálfmann í höndunum, þannig að við erum að opna samgöngugetu sem við líklega aldrei séð áður. Við erum komin með fullt af skrefum að stað, sjávarútvegurinn farinn á tæknivæðst. Hann segir mig, sögurinn sem þau komið mig að það vantar tæknifólkina og það vantar dúera, það vantar frá fólki okkar heim. Þá erum við búin að setja af stað mikið góðum verkefnum eins og FabLab og þekkingarsetur og annað. Það er svona einhver leyti sprungið. Við þurfum að halda áfram, við höfum ekki stoppa. Og þetta ekki bara
Íris bæjarstjóri sem að redda þessu eða Guðbjörg Íslanni, þetta er við öll. Það er því að við þurfum að bæða að huga unga fólkinu okkar og okkur sjálf. Það eru einhverjum inni sem eru komnir hérna á fertugsaldurinn eða eldri og hugsa að ég myndi aldrei geta verið starfstöð, það er bara fyrir ykkur unglinga. Nei, það er ekki rétt. Ég hvet ykkur til að velta fyrir ykkur hvað ykkar þekking og reynsla býður upp á í nýju hagkerfi. Þannig að það er ekkert mál að fá fólk eins og mig heim í hagkerfið út af því að tæknin er bara komin að stytta þessa boðleiðir. Og þá fara hlutir eins og gæði samfélagsins í Vestmannaeyjum að vera miklu sterkara kapital byggingsletti fyrir til þess að selja fólki að koma heim. Mér ímyndi ykkur að geta sagt hérna hvort langar að búa í Reykjavík og vera í bíl í 2 klukkutíma á dag og borga 300.000 kall í leigu og það er allir stressaðir, eða komið til Vestmannaeyja og það er einbýlishús fyrir sama verð og 80 fermetra íbúðir í Reykjavík og þú ert aldrei í umferð og öllum þykir væntu því og allir vilja að þú láttir bæjarfélagið er betra. Ég held að þetta sé það sem við höfum leggja áherslu á. Takk kærlega fyrir. Umræði hérna í herberginu á bakvið þar sem við getum fengið okkur kaffi og konfekt. Þannig að ef ykkur eru spurningar eða vilja taka spjallið við mælendur hérna í dag þá bara hvet ykkur til að kíkja á þau hérna bakvið. Annars bara þakka ég ykkur, sérstaklega þeim sem töluðu hér í dag fyrir frábært erindi og ykkur öllum fyrir að koma og annars bara segi ég njótið þessum verkefni dagsins. Takk!